með eitt svona regningarski sem fylgir hvert sem Já, alveg óþólandi En við erum hér í Fanta-feeling Það er 28. Maí Maí er að vera búinn Það eru mánaðamót núna helgina Þetta er ofljótt að líða Já, nú er gleðistundir framöndan sko Já, en ég stundum Veistu hvað, ég velta á fyrir mér Eftir hverju erum við að bíða Í lífinu Já Man einhvern veginn alltaf, já, þá Maí að vera búinn Já, og svo bara nú er júni að vera búinn Ég vill ekki að koma í vetur Þannig að ég vil eiginlega freka bara á tíminn hægja á sér eða ekki Það er ekki svona Ég vil ekki að sumari verði búið strax Nei, og svo, sko, ég velti stundum þegar ég fyrir í svona djúpa hugsun Já, ég er enda þóleikið þegar ég lendi en þetta er inn Þegar ég fyrir að hugsa tilgang lífsins Já Þá get ég orðið rosalega dapur Þegar ég fyrir að pæla í þessu Af hverju í anskotanum erum við á þessari jörð Já, ég meina þú, sko, það er nú hérna Af hverju erum við hérna? Strax betra fyrir þig samt einhvern veginn Skilur, þú ert í heiðagerðinu, þú ert með fjölskyldu eitthvað Já, en Þú ert ekki einn bara eitthvað fyrir út á nesi, sko Hvað er ég að gera? Já, við getum ekki fara að ræða þetta hér ef þetta gerir þið dabransverður Því að þetta er gleðið þáttur En hérna, og bara til dæmis hérna Sko, eins og bara mannskeppnan Já Myndir þú segja, á hvað trúir þú? Trúir þú því að við séum komin að öpum? Eða trúir því að Guð hafi skapað himinn og jörð og smelt bara Adam og Evu á jörðina? Ég vil trúa bara eitthvað, ég trúi bara gott í fólki. Já, ég er ekki að tala um það, ég bara trúi hvernig heldur mannkynið hafi orðið til? Ég veit það ekki, Sverrir. Bara... Eins og bara það, sko, að hérna það er verið... Sko, ég veit alltaf hvernig ég á að klæða mig, sko. Þeir sem er að segja það að við séum komin að öpum, þá hlýtur það að vera einhver apategund sem þróast upp í mannin, eða ekki? Mikið rétt þér. En af hverju hættu við að þróast? Já. Hver sagði hingað ekki lengra? Af hverju til dæmis heldum við ekki áfram að þróast þannig að við getum kannski mögulega flogið eða notað kannski aðeins fleiri prósent af heilanum? Já, nákvæmlega, frábær punktur. Nei, ég er ekki að grínast. Nei, ég veit það. Skilur, sérðu til dæmis... Ég verð rugglaður á að hugsa svona, sko. Já, en sérðu, við erum bara venjulega dýr eins og all dýr á jörðinni. Já. Krókódílar hafa ekkert þróast. Nei. Þeir eru alltaf bara krókódílar eru risaeðlur, sko. Já, og risaeðlur þróast ekkert. Og fyrir utan það, af hverju heita risaeðlur? Sveppi, það eru til svo margar svona, það er eins og ég sem er 6 ára gutta hérna í stúdíunum, það er að spyrja endalaust á svona spurningum, sko. Já, en það er ekki til neins svör við þessu. Nei, en það er það sem pirrar mig. Lendur aldrei því, þetta gerist aðalega þegar ég er einn, lendur aldrei því, þú ert einn heima eða eitthvað, ert að rölda svona um íbúðuna, ert vaknar eða eitthvað, ert að færa eitthvað og byrjar alltaf að hugsa, herru, shit, ég er ég. Þetta er ég sem er að gera þetta núna. Segðu, ég er að færa þetta. Já. Ákvarðanirna sem maður getur tekið. Já. Þú getur bara að fara út í bíl og keyrt upp á Skaga. Skilur, og bara, svo ringir einhver, heyrðu, Öddi, ákveður ekki komin? Ég er bara á Akranesi. Ákveður, að því ég tók það ákvörðun. Ég bara gerði það. Já. Ég má það, ég á sjálfa mig. Já. Það ræður mér enginn, ég get gert hvað sem er, sko. Stundum þegar maður er búinn að fá sér smá, pappadrykk, sko. Já, tökum maður svona ákvörðun bara að ég gerir bara sem ég vil, ég er fullorðinn maður. Já, einmitt, sko. En við ætlum ekki að vera í þessum pælingum í allan dag eins og þær eru áhugaverðar. Þá erum við með grín og fjörhand ykkur, kæru hlustendur. Það er íslensk slúður á eftir sem er alltaf vinsælt hér í þessum þætti. Já, og það er að nóg að taka. Já, við ákveðum að fara á stúfan og við erum búin að komast að ýmsu hér þekkta Íslendinga, ekki missa því hér og eftir. Svo ætlum við nú að heyri henni móður minni sem að Já, sko, þetta er pínu flókið. Við megum orðuð að þannig að mamma kom heim til mín á laugardaginn í búning og í miklu stuði en það er svolítið sem að við lofum en að við myndum ekki ræða. Já. En við myndum samt að hringi í hana. Hún er í vinnunni, við hringjum í hana niður í vinnu. Við myndum ekki að ræða það sem má ekki ræða. Nei. En við myndum samt að heyri í henni. Já. Þetta er mjög flókið. Það er allavega orðuð að þannig, það er leyndamál í gangi. Já. Já, og við eigum mjög erfitt með að halda leyndamáli í og þú, eða það gefur leyndamáli. Allavega svona, já. Já, svo eru sturla staðrindir á sínust að við ætlum að hringja í stigaganga, paranoia nágranninn, eins og það kallast. Við ætlum að gefa bíómiða og fleira. Það eru Hangover 3. Nú, heyrðu, já. Gefum hana seinna í dag. Heldur að það sé disaster? Nei, mér líst vel á trailerin. Þeir eru konar aftur til Vegas og mér held að veri bara, ég hef mikla trú á henni. Allavega ég hlakka mikið til að sjá henni sjálfur. Já, Já, maður verður eiginlega að sjá hana, sko.
En ég er með efasemdir. Það? Mér finnst trailerinn svo skemmtilegur að ég hef fulla trú á henni. Já, ok. En eins og heyrið, kæru hlustendur, þá erum við Sveppi mættir hér á þriðjudegi í Fanta Feeling. Já. Og ætlum að reyna að skemmta ykkur til sex í dag. Já. Ég ætla að byrja á lagið sem ég hef ekki heyrt en er með hljómsveit sem ég fíl í tætlur. Hún heitir Úlfur Úlfur. Já. Lagið heitir Sofðu vel. Jú, ég hef heyrt þetta. Þetta er gott stöf. Þetta er gott sem kemur úr Skagafirðinum. Það er bara neym. Já. Ég fíla þessu hljómsveit, þeir eru góðir. Það eru fínir. Og ekkert bara þeir eru úr Skagafirði. Nei. En það er hins vegar komið að slúðri hér hjá okkur strákunum í FM 95 Blö. Og við erum með íslensk slúður allavega einu sinni í viku þessa dagana. Og það er íslensk slúður í dag sem er svona skemmtilega þegar ekki Sveppi. Já, það er mjög gaman af íslensku slúðri, sko. Já, í staðan fyrir að vera að fjalla alltaf þetta hvíta hiski hérna í Bandaríkjunum. Já, og Justin Bieber og eitthvað. Já, og Lindsay Lohan og eitthvað svona viðbjóður. Allir konum hundlega þessu. Hérna kýla mig þegar ég heyri þessu nafn. Nei, það? Já, það langar mig alltaf að kýla mig. Þú heyrir minnst á Lindsay Lohan og Justin Bieber. Þetta var nú bara ágætis högg. Já, ef þú segir eitthvað þá kýli ég mig. Ég þolið ekki. Justin Bieber og Selena. Þú ert svo bilaðum það. Alltaf að berja mig í andliti þegar einhver segir við mig Justin Bieber er með tónleika. Þá ert í vissinni því hann er mjög vinsæll. En ég ætla að byrja hér íslenska slúðupakkan á Steinda Junior. Já. Hann er í slúðrunu þessu sinni og ég reyndi nú að ringi hann aðan til að fá þetta staðfest en það svaraði ekki. En ég hef búin að heyra þetta frá Bent og öðrum þannig ég held að þetta séu ágætis heimildir. Hann lenti í slagsmálum á sunnudaginn fyrir utan Smárabíó, eða fyrir utan Smáralindina bara. Ok. Það var eitthvað strákur sem að, hann spila rosalega mikið Call of Duty hann Steindi Junior. Eða COD eins og hann er kallaður, leikurinn. Og það er einhver krakki sem var með honum í einhverju mission í þessum leik, í þessum skotleik. Og krakkinn drap Steinda í leiknum og svo var Steindi að fara í bíó á Fast and Furious 6 á sunnudaginn og þessi úlingur sem er vist 13 ára að ég held fór eitthvað stríð honum að því, hann hafði drepið hann í leiknum og Steindi var hann eitthvað pirraður á honum og það endaði, þetta voru kannski ekki slagsmál en Steindi sló hann og það var allt villust. Já, inn í Smáralind. Já, rétt fyrir utan, las ég þarna. Já, bara þetta stendur á bílastæðinu. Já. Og þetta er náttúrulega leðilegt en svona getur gerst. Og ég ætla að vona að það sé ekki búið að kæra hann. Nei. Þeir eru að setla þetta, já. Já, þeir setlu þetta í lokin og ætla að spila COD saman helgina held ég. Nú, já. Hann og þessi úlingur og þessi úlingur er vist orðið mjög góði vinnu að Steinda. Já, það er nú ofta eftir svona. Eftir slagsmál og þá kynnast menn og... Já, og svona, og byrja að tala saman á öðruvísi grundvelli heldur en áður. Já, Steindi segir hérna á Twitternum hjá sér, hann er nánast bara orðinn bróðið minn. Það er allt í góðu greinlega. Nú, já. Heyrðu. En ekki lemja úlinga, Steindi. Nei, það hefur aldrei bóðað gott. Nei. Það bæri úlinga. Heyrðu, ég er með næsta slúður, það er Helga Braga, vinkona okkur. Já, vinkona okkar. Já, hún er náttúrulega búin að vera flugfreyja og hún var nú að komast í hann krappan í Orlando. Já, ég var búin að lesa þetta eitthvað á Vísi. Já, hún sem sagt lenti í því óhappið að það var lítill krókódíll sem að beita af henni tá. Já. Og þetta gerðist... Það var ekki tvær, svo las ég það ekki. Jú, svei mig það. Það var tvær. Hún er núna í einhverju aðgerð út í Orlando og kemur ekkert heim bara strax, sko. Nei, og... Þetta gerðist í Alligatorland í Orlando. Það er ekki hægt að sauma tærnar aftur á eða? Jú, það er náttúrulega verið að vinna í því. Já, ok. Þetta er skelfilegt, maður. Já, því að þetta er náttúrulega bara verið til þess að maður þar bara getur kannski ekki gengið eða eitthvað, sko. Nei, verður hún þá svona, labbar hún þá svona eins og mörgjarskrið? Svona vaggandi? Ég veit það ekki, sko. En kaninn er nú fljótur að redda einhverju svona, þannig að, sko, og nú er stóra spurningin, sko, hvort að hún Helga ætla að fara í mál við Alligatorland. Já, ok, það sem sagt stendur þetta búa? Já, ég er að lesa þetta hérna núna, já. Þetta er náttúrulega, sko, ég meina þegar þú lendir í einhverju svona í fyrirtæki, veist, ef eitthvað myndi koma fyrir því í Disney. Já, þá getur alltaf fyrir mál við Disney. Já, þannig að kaninn væri búin að kæra Alligatorland bara. Já, ég ætla að vona að, hún fær náttúrulega tærnar aldrei aftur hún Helga, en vonandi kannski eitthvað svona smá monsa. Já, einhverja sárabætur allavega. Já, einhverja seðla. Við ætlum enda íslenska slúðri í dag á, Óla Þór Jóels, eða Óla Game TV eins og hann oftast kallaður. Já. En, hann er að skrá sig núna í einhver svona UFC bardagakeppni. Alveg rétt, já. Þetta er svona cage fight eins og þetta heitir. Og búraslagur. Já, búraslagur. Hann segist vera gríðalegur UFC aðdáandi og hafi gaman að því að sjá Gunnar Nelson og fleiri keppa. Já, þeir hafa nú verið að æfa saman.
Já, hann byrjað að æfa núna eins með Gunnari Nelson, hann Óli Þór, hérna Óli Game TV og hérna stendur sem sagt í Cage Fight sem að Óli að fara að keppi. Hann keppir í Írlandi núna eftir 1,5 mánuð, hann full undirbósi. Þetta eitthvað svona beginners champions eitthvað. Já, þetta bara fyrir amótera. Þetta amótera keppni til að byrja með. Og já, Óli Game TV segir hér að hann sé mjög hræddur við þessa keppni, hann náttúrulega nýbyrjar í morgunútvarpinu líka, sé mjög hræddur við fyrstu keppnina því að hann sé óvanur og það megi allt í þessu, það má klóra, pota í augu og býta með þessa. Nú má býta? Nei, það má hverju. Cage Fight, það stendur hérna. Já, ok. Þetta rosalegt maður. Þannig að við óskum Óla allsins besta í... Og hann náttúrulega bara í sínum þyngdaflokki, hann getur að fara að slást Nei, hann hlýtur bara að fara í sinn þyngdaflokk, en gaman að hann sé byrja að slást, kallinn. Já, það gaman að fylgjast með honum ef þetta verður eitthvað almennilegt. Já, þannig að þetta var slúðrið í dag. Slúðurpakki dagsins, ekkert bíber kjaftaði. Ekkert bíber, en það var Helga Braga, Óli Game TV og Steindi Junior sem voru í slúðurpakki dagsins. Við ætlum að fá hér örstuð skilabóð og svo ætlum við að svona tala í kringum mikið leyndamál við móðu mína. Karlsberg og FM 957 kynna ekki á Karlsberg, þá ekkert sem að kallar á Karlsberg. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pizzu með 3 aflagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Látum ekki ólíkar skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-aðild xnei.is styður þannig boðskap. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara að konuna ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðileg freisting. Við töldum fyrir þig á Keflavík Music Festival og Þjóðhátíð. Í fyrra seldist upp. Forsalan hafin á rentatent.is. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasalan hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Vissi þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Potturinn tvöfaldur í Víkingalottóinu og stefnir í 350 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Borgunarbikarinn á Stöð 2 Sport. Gömlu stórveldin mætast á Vodafone velli. Valur Fram, 5. dag, klukkan 20. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957 FM. FM 957 með lagið I Need Your Love. Já, þetta alveg frábært lag. Þetta ekkert að þessu lagi. Nei, ég reyndar að heyrði það ekki núna allt saman. Ég var svona að hlusta með öðru eyranu. Já. Það eiginlega betra þannig. Og þú varst ánægð með það sem þú heyrðið með öðru eyranu. Já, með öðru eyranu. Nei, ekki. Og það nú oft gott þegar manni líkar ekki vel við lög. Já. Hlusta á það með öðru eyranu. Já. Og þá nefnilega heyrur það öðruvísi. Og þetta öðru í sinn. Já. En hvernig líst þér á að hrista þessu upp í þessu, syngi mömmu eftir og fara núna í Sturlaðar staðreyndir? Ég til. Nei, það ekki? Já. Það náttúrulega venjan. Við reynum að fara í Sturlaðar staðreyndir í kringum 4:30. Já. Og hún 23 mínútur yfir núna, þannig að það bara á vel við, held ég. Já, það mjög fínt. Spörum mömmuðina, sko. Já, við hringdum minnir í vinni, já, þeir heyrið það hér eftir. Save the best for the last. Já, svo náttúrulega talandi Save the best for the last, þá lendum við í einhverju ótrúlegast aðtrykki sem við lendi í. Já, við spilum það hér eftir í nágranna klippunum okkar. Lendum við í einhverju sem bara, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta. Já, þetta eins og að vinna í lottói. Já, ég get lofa eitthvað því, kæru hlustundur, að þið verði ánægð með paranoia nágrannan í dag. Já, hann verður rétt rúmlega 5 kannski. Já, svona 5 leiti, já. Það komið hér að Sturluðum staðreyndum, ertu tilbúin Sveppi Krull? Já. Eru þið tilbúinir hlustendur? Ok, takk. Þá byrjum við. Skólakerfið í flestum löndum í kringum 190 dagar.
en 251 í Kína. Þetta segir manni ýmislegt. Já, enda Asíubúin er fluggáfa, sko. Já, og hann er framar okkur, sko. Er það ekki? Jó. Og sko, ég held líka, spáðu hvernig líf mitt var öðru í þessi, Sveppi, hefði ég alist upp í Kína. Af því að, þú veist, það verður bara viðurkennast, ég fekk mjög gott uppeldi, en ég fekk ekki strangt uppeldi. Nei. Heldur að ég, Auðun Blöndal, vinnuðinn, hefði náð lengra hefði ég alist upp í Kína? Já. Nei, ég veit það ekki. Sko, ég væri agari. Já, maður væri agari, já. Ég hefði alveg gott að vera agari. Maður væri kannski, skilur, búin að dröllast í gegnum eitt stúdentspróf ef maður hefði alist upp í Kína. Ákveður fáum við ekki bara, ákveður ringjum við ekki næsta þriðjudag í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti og Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki og fáum að samina einingarnar okkar, þannig við séum saman eitt stúdent. Já, heyrðu, og dreftu mig, ég fór í útskrift helgina. Hversu pleppalegt það er einhverja útskrift og hann er með húfu. Og svo koma allir sem eru stúdentir líka með sína húfu. Já, í veisluna. Ég er stúdentinn 96, maður, hvað er mikið drullu saman? Nei, byrju, var einhver að koma... Það er allir með húfunar. Sem að hafa útskrifast bara einhver tíman yfir ævinna. Já. Nei. Og þá, fyrst þetta með hvíta húfu. Já, svo. Þegar þú ert að útskrifast. Ef þú sérði eitthvað með svarta húfu, máttu bara slá hann á hann. Þá er hann löngu útskrifaður. Það er bara að sína hans í búið. Já. Bara til að minna aumingjara eins og okkur á það að við séum ekki búnir. Já. Það er basically maður. Það er hrikalega hallærislegt. Kaupa mér svona drasl og vera með þetta næsta ári. Já, fyrir utan það við getum léttilega keypt okkur svona húu, sko. Já, þetta er svolítið erfitt, ég þarf að fara að ljúga börnunum mínum núna þessi komið stúdent. Já, bara ekki hika við það, segi. Ég segi það. Já, ég ætla að kaupa svona svarta húu, af því ég nenni ekki að vera láta eins og ég sé nýútskrifaður. Það er eitthvað sorglegt. Svo er næsta, yfir 100 manns, já, þetta fannst mér svolítið steikt og sturlu staðarind. Yfir 100 manns eru traðkað niður til dauða af beljum á hverju ári. Wow. Já, þannig að sko, og samkvæmt þessu ég fór að skoða þetta betur, þá sko, þykja belju bara svolítið hættuleg dýr. Já, þegar þú hleypir þeim út eins og núna á vorin. Já. Núna, þetta sé ekki svolítið þá. Þetta er þegar mennirnir eru svona hleypa þeim út og svo allt í einu rennur í skít og dettur og alla beljurnar bara traðka yfir þig. Hvenær ert þú eins og belja á vorin? Hvenær líður svona þannig að þú bara vilt hoppa og hlaupa og... Það er svona þegar maður er kannski búinn að fá grænt ljós á þetta eftir það með strákunum. Svo er þetta næsta. Þumalputtarreglan kemur frá Englandi á fornöld og þýddi að þú máttir ekki slá konuðina með neinu stærra en þumalputtarniðin. Alveg rétt, já. Hefur heyrt þetta? Já. Og þannig byrjaði þumalputtarreglan. Ég fór svona að prófa þetta, þannig að slá eitthvað með þum. Það er, þú veist, maður ekki slátt með þessu, en ekki það að þú átt náttúrulega aldrei að slá konu, skilur. Þannig að þessi penni hérna. Mér finnst það eitt af bara mestu auðmingjaskapur sem ég veit um. Það er með þá bara henda svo les mönnum inn. Já, það er viðbjöður. Þú lefði með konu bara einu sinni. Það er bara aldrei. Nei, þú veist, ég veit það. Ég veit þú ert að vera að segja eitthvað brandara þarna á. Nei, þetta er ekki brandari, ég er að segja, maður ger það bara einu sinna því að þá ferðu í fangelsi og ætti að skammast, skilur. Þannig, sko. Já, ok, frábært þér. Ekki það að maður eigi eitt skipti inni, nýttu það vel. Nei, það er ekki þannig. Nei, en þetta er samt fánalega regla, en þetta er hún mjög gömur. Já, hún er gömur. Þannig að ég mætti ekki lemja konuna mína með þessum penna. Nei. En þú hefði mátt gera með þumalputt. En ef ég tek hann í sund, já, ok. Já, í fornöld, ég þekki þetta ekki. En maður þyrfti hérna, ef maður myndi finna eitthvað sem er minn en þumal til að lemja konu, maður þyrfti að vera ógeðslega lengi. Herðu, já, hættu þessu maður. Hérna kemur næsta. Þetta er ekki vont. Nei, ég er líka ekki að fara að hætta. Þetta er þumalputtarreglan. Starfsmenn Walt Disney mega ekki vera með skegg. Og það vinna hjá Walt Disney. Nú hefur þú farið til Florida, sást eitthvað með skegg sem var að vinna þar eða er eitthvað til í þessu? Nei, það er enda mjög góða punktur. Já, því að þetta er vist einhver barnagarður og þetta verið skelfilegt fyrir því Sveppi, þú ert alltaf með skegg. Já, ég reynir svona að vera með skegg á milli þess sem ég er ekki að leika barn. Já. En ef ég væri að vinna í Walt Disney, ég meina ef þú ert hérna gæinn sem ert inn í guffagallanum. Já, þá hlýtur það með að vera með skegg, það sér þið enginn. Ég segi það, sko. Hvernig ætli það sé í þingunni, maður? Það leika guffa. En það var mjög athyglisvert moment sem átti sér stað þegar við varum að frumsýna sveppamyndina nr. 3. Þá fekk ég sem sagt, þá komu svalafígúrur frá Vífilfelli og voru svona að heilsa krökkunum og svona. Svo í hléi á myndinni þá höfðu gæjarnir sem að voru að leika svalafígúrurnar farið úr búningnum og hentin bara eitthvað á bakvið eitthvað svona pósterspjald
Þannig að krakkarnir sem að löppuðu sáu bara svala búningana liggjandi og heldur bara svalakallarnir væri dauðir og það væri bara búið að draga þá á bak við eitthvað bíómyndaskilti. Svona geima á það. Já. Svo hérna, ameríska lottósambandi þénar rúmlega 70 miljardar dollara á ári sem er meira heldur en kvikmynda, tónlistar og klámbransin til samans. Wow! Lottóið? Lottóið. Já, Kaninn, hann hattar ekkert að spila í lottónum. Nei. Svo hér næsta. Konur mega ekki leika jólasvein í Minnesota samkvæmt lögum. Wow! Já, hressandi að vera handtekinn fyrir að leika jólasvein. Ég held að menn séu nú kannski ekki að taka neitt rosalega hart á þessu. Nei, þeir eru ekkert bombaðir í bíl bara. Nei, minna, og líka af hverju ættu konur að vera að leika jólasveina þegar jólasveinarnir eru allir kallar. Já, það góða punktur. Þetta er svona starf sem að konur geta ekki tekið að sér, basically. Nei, ég minna það er bara svo að fá 3 konur til að leika Gísla, Eirík og Helga, bakkabröður. Góða punktur. Út í Hödd. Frábært þér. Samt elska ég konur. Já. Og eiga þar alveg að standa jafnréttis og... Það kemur á jólasveinum. Elvis var með svartabelti í karate. Alveg rétt, ég vissi að því. Já, ég var búin að heyra þetta. Veistu hvað ég held samt? Já. Þið fóru að hugsa þetta hann. Var þetta ekki bara þannig á þeim tíma að þeir bara nánast gáfu hann það? Ég held að hann hef ekki þurft að hafa neitt rosalega fyrir því að fá svartabelti, sko. Nei. Ég held að hann sé ekki jafn góður og allir aðrir sem hafa fengið svartabelti í karate. Nei, það er þetta mjög góð punktur. Og hérna, í ævisöguna Elvis sem að mér finnst virkilega góð, þá, ég er náttúrulega ekki lesið hana, en ég sé bíómyndina. Já. Það er svona sjónvarpsmynd, sko. Og þá var það mest að þannig að vinir Elvis. Þeir eru svona jámenn. Já, þeir voru það miklu jámenn að hann var honum það veruleika fyrtur og þegar þeir voru að keyra eitthvað, það voru allir hættir að elta bílunars. Hann var ekki að frægur og hann var, bílarnir voru búin að taka svolítið yfir og fólk var hætt að hlaupa eftir bílnum og hann var náttúrulega bara alltaf heima að sér. En þeir voru ennþá að setja svona teppi yfir hann, svart teppi, láta hann beygja sér niður og bara keyra og þeir voru að berja í þakið, samt að það var samt enginn. Það var enginn að kalla Elvis, en þeir voru bara berja áfram með í gegn og hann bara undir og bara, ok, erum við lausir. Samt var enginn. Enginn að elta. Já, það er magna. Það er ekki skrýtan að geti yfir sig að pillum. Já, menn náttúrulega bara tapa sér. Serðu bara Elvis Presley, serðu Johnny Cash, serðu Michael Jackson, bara allar þessar súperstunir, serðu Eminem. Allar svona þessar risastjörnum, Whitney Houston, þau höndla þetta bara ekkert. Britney Spears fór yfir og bara þú færi svona rosalega athygli, Mariah Carey fór yfir Ég svei mig það, ég hugsa að ég færi sjálfur yfir þetta verður mér ekkert holta held ég. Nei, þetta er engum holt maður, þetta er umulett. Já. Verður svona frægur og ógíslegur. Það eru 3 ár eftir. Í Vondelpark garðinum í Amsterdam, þar sem að evróski draumurinn endaði. Já. Það er löglegt að stunda kynlíf. Nei! Jú. Við vissum það ekki þegar við vorum að taka upp, en ekki það að það er breytt neinu svo sem þetta fjölskyldu þáttur. En ég sá til að fagna á minn hátt. Ég sá var það ekkert var við þetta samt, en það er löglegt. Ég held að það sé löglegt, en það er svona eitthvað sem enginn gerir, kannski. Heldur það? En þýðir það að sé ólöglegt alls þar annars þar, eins og þú færi bara hérna í Hljómskálagarðinn. Já, það er bara. Já, þú væri handtekinn og stund ekki. Já, það er náttúrulega bara hérna óspektur og almannafæri. Herru, það eru 2 eftir. Ef þú átt erfitt með að muna eitthvað nafn eða orð, kreftu þá hnefan því að það bætir minnið og eykur flæðið í heilan. Þannig að hvað heitir hann aftur hérna, þá átt að kreppa hnefan og það hjálpar víst. Steikt og að hljómar. En þeir getur prófað þeir í vesinni, kæru hlustendur. Kreppa hnefan? Já, kreppa hnefan, það hjálpar. Já, maður þarf þá að reyna að finna upp á einhver sem maður man ekki, sem að... Já, þú veist ekkert að leika þér að því, þetta er bara að þú lendir í þessu ekkert mann. Svo er það síðasta stjórnlastaðurinn dagsins 30% bandarískra háskólanemenda hafa sofið hjá kennara eða skólastjóra sín. 30%? Með það hátala. Það get ekki við. Nei, ég er bara að kaupið af alla. 30% af öllum háskólanemum? Já, bara 3 vikur. 30, þannig að ef þú er með 100 manns, þá eru 30 búin að sofa hjá skólastjórunum? Nei, hjá kennara eða skólastjóra. Rosalega mikið. Ég held þetta sé ekki algengt á Íslandi, allavega var ég voða lítið við þetta í mínum skólum. Já, Þú reyndar svast hjá einhverju kennara eða ekki þarna? Já, dönsku kennara. Já.
Hún gæst ekki fara á hjóli Já, ok. Þetta voru sturlaðar staðreyndir dagsins. Það voru góðar. Já, hvað stóð upp úr, Sveppi? Hvað var þín margt mjög gott, það býtum við. Ég held að það hefði staðið upp úr fyrir hjá mér í dag. Hafi verið skólakerfið í Kína og þumalputtareglan. Þumalputtareglan? Já, starfsmenn Walt Disney líka. Já, ekkert skegg. Já, með ekki með skegg. Já, margt gott þarna. Margt fróðlegt og margt skemmtilegt og það nú það fyrir öllu. Út af það ganga sturlaðar staðreyndir, við ætlum að fara núna í auglýsingar, svo það múta. Við ætlum að reyna, veiðana í að segja okkur leyndamál sem að við megum ekki segja okkur. Við lofum henni því á laugardaginn. Við stöndum við það. En reynum að láta hana segja okkur það. Ég valdi hjúkrunarfræði því að mig langar að sinna bráðaflutningum borð í þyrlu eða flugvél og það miklu möguleika fyrir hjúkrunarfræðingar í dag að sinna því starfi. Ætlar þú í háskóla í haust? 200 námsleiðir í boði í háskóla í fremstu röð. Umsóknarfrestur grunnnám til 5. júní. Sæktu á hi.is. Velkomin í Háskóla Íslands. Ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasalan hefst á morgun klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Ísland mætir Slóveníu í undankeppni HM karlalandsliða á Laugardalsvelli á föstudag klukkan 19. Tryggðu þér miða tímalega á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar í topparáttunni í riðlinum. Allir á völlin. KSI. Jim Beam og Reykjavík Inc. Kynna í 8. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð Íslandssögunnar að sjálfsögðu á Stöð 2. Dallas snýr aftur á morgun. Stöð 2 í leikfilmdi á Skerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Hér á Ödda og Sveppa á útvarpsstöðinni FM 957. Já, henni klassísku eldgömlu útvarpsstöð. Nei, ekki það skiptir nokkru máli. Sem svo ungi anda. Já, þetta svona, þetta partystöð, það bara... Alltaf ferskasta í tónlist. Það rétt hjá þér. Það bara svoleiðis. Alltaf nýjasta og alltaf heitasta. Já, aldrei gleyma þeim. Nei, en það komið á dagskrálið sem að búið að fá góða hvíld. Já, hann hefur legið í dvala. Já, því að aðalstjarnan í þessum dagskrálið vill ekki vera í honum. Nei. En hún heitir Hafdís Sveinsdóttir, þessi stjarnan. Já. Og að mínu mati besta móðir í heimi. En... Ég enda sammálaður. Takk. En það þekkir hana vel. En sko, ok, það eitt hérna. Það var grímupartí heima hjá mér á laugardaginn. Já. Og þú mætti þar, galvaskur. Og manstu hvað við rættum við mömmu? Já, hún var ekki hress. Já, hún var reynda mjög hress. Já, hún var mjög hress, náttúrulega. En þú veist... En það eitt sem við máttum alls ekki ræða í útvarpinu. Og ég lofaði henni því. Já, að tala ekki það. Já, þetta slúður. Já, mjög krassandi. Þetta ætti að vera í slúðupakkanum hérna fyrir í dag. En, sko, við getum samt alveg hringt í hana. Og svona aðeins, þú veist... Já, læðst í kringum grautin eins og heitur köttur, eins og einhver sagði, svo skemmtilega. Það ekki. Því að við erum ekkert að segja hvað að gerast, við erum ekkert að klaga neitt. Nei. Og við erum ekki einu sinni búin að segja neitt ennþá. Nei, við erum bara að segja að það leyndarmál í gangi sem við megum ekki ræða. Nei, og við skulum eiginlega ekki segja neitt. Við skulum bara hringi í hana og aðtók hvort að hún nái mögulega að kjafta því sjálf. Og sko, nú get ég ekki verið að hringi heima síma, sko, því að ég get lofa hún talar ekki við okkur. Sérstaklega eftir ég kom og sagði þér í partíinu, mástu. Hvað máli snerist. Þið ræðið þetta ekki í útvarpinu.
Björk frá Íslandsvíðir. Já, góðan daginn, Hafdís Sveinsdóttir, Reykjavíkurflugvelli. Takk. Viðkonarlegur hann Víðir. Sannlega yndislegur. Hann var í stuði. Flugfélag, Víðir. Þú var alveg til í aðstofa, maður heyrði það. Það er jákvæður. Halló? Hafdís Sveinsdóttir? Guð mig góður, hvað með þetta í huga þetta væri svo fáið þig. Hvernig talar við? Hvað sagði ég við því í partíinu? Hvernig talar við soninn? Já, þetta kann ég vel við. Svona átt að vera. Ég vissi þetta var... Þannig strákar. Já, takk fyrir síðast, maður. Það var ljómandi gaman, maður. Það var gaman á laugardaginn. Skemmtir þér ekki vel? Það var ógeðslegt stuð. Ekki, þú varst í geggjum búning, Grimhildur. Já. Já, þú varst ekkert smá flott þarna. Takk fyrir það, skan. Og gaman að hafa þig. Já, sem leiðis gaman að hitta ykkur. Það var líf og fjör og svo bara allir í rútu og austur. Já. En hérna... Þú ert ekki í rútunni? Þú komst ekki með niður í bæ? Nei, það heldur ég að gera niður í bæ. Nei, ég veist að ég á ekki einu sinni heima, sko, ég er hún svo gamall fyrst mér. Tókstu leigubíl heim þá bara, mamma? Nei, ég var sótt. Já, ok, nú. Já. Ok. Hérna kom ykkur og sótti þig? Ertu með dræver? Fór ég með dræver, nei? Nei, ertu með eitthvað svona dræver bara? Já, ég var með dræver. Hver kom og sótti þig? Það skiptir bara eitthvað málið, ég var bara sótt. Já, ok. Já. Er þetta... Ekki reyna þetta. Ekki hvað? Ekki reyna þetta. Sá sem sótti þig... Já. Skuttlaði hann því líka í partíð, eða hún, eða hvað? Já. Nú ert þú móðið mín. Ég er móðið mín, já. Og uppáhaldsmanneskja mín í heiminum. Ó, þakka þér fyrir. Þannig að ég ætti nú að þekki alla í kringu þig. Já. Hver sótti þig og skuttlaði þér? Herðu, það bara skiptir ekki nokkur einasta máli. Var þetta... Við erum bara að spjalla. Við erum eins og köttur í kringum heita okkur. Það sveppi sá. Nei, ok, eina sem ég er að spáði bara, er þetta Svenna við, hver var þetta, var Dæja með, hvað? Nei, hvað er þetta að ég myndi að láta mömmu og pappa vera að keyra mig og sækja? Kannski keyra mig, ég myndi ekki láta þau sækja mig svona þeim. Hvað var þetta bara einhver... Ég var bara með bílstjóra, bara eitthvað bílstjóra sem keyrði mér í partí og sótti mig í partí. Já, ok. Ok, af því að mannstu sko, við lofum þér í partíinu við Sveppi að það var sömt sem við myndum ekki ræða. Já. En við erum bara pínu forvitnir. Hvernig fórst þú partíinu? Það er ekkert banna. Nei, það er ekkert leyndamál, ég var sótt. Er hann öruggur og góður bílstjóri? Allir í belti. Já. Ok, en er hann skemmtilegu bílstjóri? Já. Okay. Heldur að ég eftir að kunna við hann að bílstjóra? Jésús mig, hvað er klika. Ég veit það ekki, ég verður bara að koma í ljós. Já. Ok, þá ætlum við ekki að vera röflaði mikið meira. Já, við getum orðað þetta þannig að ég hef aldrei verið að forvitin að hitta nokkuð bílstjóra. Býtu, hvernig heldur að mér líði þá? Já, getur rétt ímyndað þér. Ok, ertu í vinnunni alveg bara? Já, ég er í vinnunni. Hringdur ekki í vinnuna? Jó. Já. Ég svara ekki gemsanum, sko. Hringdur ekki gemsan? Já, við reyndum það. Já, ég segi það bara sælægt, sko. En hvað, það var eitthvað þingið þér á sunnudeginu með? Þingið mér? Nei, ég vaknaði bara hér fersku morguninn. Já. Glæsilegt. Það er svart að straka mínu þegar maður hættir að skekka legum tíma og fer bara heim að sofa. Já. Ég er ekki djammandi svo 4 til 6 á mótnana. Já, ég var komin heim fyrir 3. Ég líka. Nú, já, ég skal. Auðun kom 3 daginn eftir. Og kom svo heim 3 daginn eftir, veitum minn. Nei, það var nú ekki svo slæmt. Ég ætla nú ekki að fara að ljúga hér að hlustendum, en ég vil ekki vita meira sunnundagsmorgunniðin, móðir kær, en bara gaman að heyri þér. Já, þú voru allir í búning í bæinn. Já, ekki Sveppa, ég ræði það betur seinna. Ég fyrir bótt skapa að tala það. Og Sveppi ber. Já, Sveppi ákvað að henda sér í eitthvað nýþröngan leðujakka og bleiku skyrtuna sína. Hann var sko kjánalegri þannig heldur en hann var í búninginu sínu. Ég átti miðbæinn. Ég var svaðalega töffari. Nei, en þetta var svakalega gaman alveg. Þetta var ræði. Þú ert ekkert með ljóð handa okkur í lokin, svona? Ljóð? Nei, Auðun, ég er ekki með ljóð. Ok, þá ætlum við að kveðja þig. Já, ok, helst ykkur. Bye. Við
Já, þetta var Kjaftur svo sem engu. Þetta var Hafdís Sveinsdóttir, móður mín. Og ég get lofaði því að ég er að fara að fá annarkvort harðort SMS eftir smástund eða inn á Facebookinu bara hvað sé að mér. Já, þetta var mjög gaman. Alltaf gaman að er í móti. Hún var líka búin að fá gott frí frá okkur. Já, segðu maður. Nú getur bara fólk að lesa um þetta línu. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Kann þetta að kallinn styttist hér í, við hringjum í blokkir eða, paranoia nágrunnan. Já. Og það var tekið upp fyrir í dag og við lentum á einu, það síðasta símtalið í þeim lið hér á eftir er alveg stórkostlegt. Já, þetta var bara eitt af skrítnasta sem ég lendi í, held ég. Já, og bara allt saman við þetta var mjög furðulegt. Öll símtölin. Þið heyrið það hér eftir örskama stund. Já. En áður að við förum í það, þá ætla ég að spyrja hérna Sveppi, þú ert komin aftur inn á Facebook, þú varst hættur á Facebook í svona tíma. Já. En þú varst samt ekki með það marga að inni það, þá nú sér ekki að marga status og ég. Nei, líklega ekki. Þú ert ekki alveg bara við vinniðin og eitthvað? Jó, þetta er eitthvað voða lítið og meira segja það, sko, ég fer voða sjaldan, ég gleymi þessu, sko. Já, sko, af því að ég sá svo skrítin status að hann og ég ætla ekki að fara að nefna neinn nöfn hérna en eitt og ég meina ef að viðkomandi að hlusta þá kannski heyra hann það bara, þetta er voða skrítið. Ég ætla að spyrja hvort að þér finnst þetta ekki jafn skrítið á mér. Ok. Ég nefnilega, mér finnst þetta oft mjög aðstæðanlegt svona. Já, myndið þú einhvern tíma, ég ætla ekki að lesa kannski allar status, það er kannski ljótt. Hérna, myndiru fara, ég veit það, ég ætla bara, ok, það var hérna, það var status á hann og stóð í statusinum. Hvernig er hægt að vera svona fölsk? Takk að þú ert búin að rústa það sumrinu fyrir mér. Hvað segir þið? Hvernig er hægt að vera svona fölsk? Já, en hann dró ekkert nafn eða neitt inn í þetta. Nei. Þú veist, það var ekkert þannig að greinilega svo stúlka sem var búin að vera svona fölsk. Já, við mann. Hvort sem var systir hans, mammans eða kærastan hans fyrirvandi eða eitthvað. Já, einhver kallmaður sem kemur með hennar status. Já, það er gauð sem kom með hennar status og þetta, ég fór bara svona að hugsa akkur, veist, ég myndi einhvern veginn aldrei breytt upp á einhverju svona. Koma fólki sem er með miðin á Facebook bara inn í þennan heiminn. Að ég væri að rífast við fyrirvandi eða núverandi eða, þú veist, og status sem var, hvernig er hægt að vera svona fölsk og þú ert búin að rústa sömrinu fyrir mér. Og það var bara status, það var náttúrulega strax komið, hvað var að gerast? Og svo kom einn bara hérna, segð mér. Bara SEG, mér, í einu orði eitthvað svona úlingatæli eitthvað, seg mér og þá skrifaði þessi strákur message right now. Það er að hann greiðilega skrifa bara í message, þú veist. Þetta er svona að vera að kalla á einhverju umræði. Ertu ekki að kalla eftir akkurat svona einhverjari vorkun? Jú. Kalla eftir eitthvað svona, hvað er að gerast maður? Sko, mér finnst þetta Facebook einmitt vera bara þannig. Mér finnst allir vera með einhverja helvítis montstatusa eða svona væl eða eitthvað svona kjaftaði, sko. Já, sko, mont er algengt. Ég sé ekki oft svona, það er eitthvað steikt við svona væl. Já, ég fer mjög oft inn á lamebook.com. Nú, hvað er það? Það eru svona statusar svona og svona, það er svona svolítið eins og Flick My Life. Já, ok. Mjög fyndið, sko, það sem að fólk er að segja þar, sko. Þið verður að tjekka því. Mér fannst þetta eitthvað svo steikt, en skiptir ekki. Ég veit að þetta er glata, þetta er bara verið að búa til leiðindi og búa til samtal. Hvað kom fyrir þetta er bara aðstæðanlegt. Þetta er aðstæðanlegt. Við ætlum að fara hér í örstuð kilobóð og svo ætlum við að hringja í stigaganga og ekki missa því því að það er eitt stórfurulegt símtal þar. Já. Vægt til orðið tekið. Hver var þetta? Á Facebook? Já, þetta er engin vinur minn. Já, ok. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasalan hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þér stuðlana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á Lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Við teljum í gítargeggjum 20-50% afsláttur af rafgíturum og bössum. Vegleg tilboð á gæða kassagíturum. Ekki missa þessu einstaka tækifæri. Hljóðfærahúsið, Tónabúðin, Síðumúla og Glerárgötu Akureyri. Opna Kaftein Morgan-mótið í Fúsbal. Alla miðvikudaga klukkan 9 á Bar 11. Athugið, skráning fer fram á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaftein Morgan á miðvikudögum í allt sumar.
hamborgarar og heimalagaðar sósur. Hamborgarasmiðjan, Grensásvegi. Borgunarbikarinn á Stöð 2 Sport. Gömlu stórveldin mætast á Vodafone velli. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu, Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 957 í útvarpsþættinum FM 95 blöð. Það komið að frábærum dagskrárlið sem við Blöndal höfum reynt að vera með hérna á hverjum einasta þriðjudegi. Já, svo þetta eiginlega uppáhalds dagskrárliðunum minn í bara öllum þættinum í dag FM 95 blöð. Já, þetta alveg frábær dagskrárliður og þetta heitir Paranoiaði nágranninn. Já, eða eiginlega bara svona hringt í blokk. Já, hringt í blokk, það einfaldara. Já, maður ekkert alltaf paranoiaður. Nei, maður bara að reyna að valda usla í stigagangi. Já, og við erum búin að hringja Æsufell og Iðufell og alls konar fell upp í Breiðholti. Ég að spæja að vinna með Grafói núna og hringja sem nágranni. Já. Ég búin að fara hérna og fletta upp hverjir búa á Frostafoldi. Já. Hérna ég með nokkur nöfn. Ok. Og á ég ekki bara að byrja þessa veislu eða? Já. Ertu með eitthvað topic? Eða hafa eitthvað þema eða og ég að vera með bara gamla góða, ég sé nýfluttir inn og... Já, ég ætla að vinna svolítið, þú getur gert það svo sem líka með grill. Já, eitthvað hver á grillið út í garði eða... Já, ok, maður sjá. Allir með Webber nema ég, eitthvað svoleiðis. Já, ok. Halló. Já. Það hún. Komdu sæl og blessuð, Kristin heiti ég Balda og var að flytja henni inn á stigaganginn. Varst það, já. Inn í Frostafaldi. Já, sæl. Komdu sæl og blessuð. Ég svona aðeins að hlera hér nágranna. Já. Hvernig hefur þetta verið svona stemmingin hérna? Hefur ekki verið ágætis félagslíf hérna í stigagangnum með það? Hvað meinar þú? Ég var að spája að reyna að þjappa hópnum saman í keilu og kynnast eitthvað aðeins betur. Já, ok. Ég þekki eigandan á keiluhöllinni og hann getur græða fyrir mig alltaf 15% afslátt og það er svona að reyna að hafa svolítið gaman að þessu. Já. Mér finnst alltaf best að kynnast nágránum með því að hella aðeins í mig og svona aðeins opna sig. Ok. Hvernig líst þér á það? Ég hef nú ekkert sett með inn í það. Spilar eitthvað að keilu eða bridge eða eitthvað? Nei, þú kannski bara bankar upp og spila hana út í þetta. Já. Ég náttúrulega líka svo ég með innflutningspartíð helgina. Já, þú segir nokkuð. Það verður nú eitthvað ruglið. Já, það held ég. Það verða hér töframenn og fleira. Já. Hvernig er það best að hafa þetta? Og ég bara vera í bandi við, ert að vinna núna eða vilt að ég hoppi bara yfir? Herðu, að segja það? Já, við segjum það. Ok, bless. Þetta var komin að það, hún var búin að fatta þetta. Já, þetta var samt, þetta var allt í áttina, þetta var mjög falleg. Já, hann var svona nýfluttur á stigaganginn og vildi fara að þjappa eins liðinu saman, sko. Þetta er góð leið, sko, fara í keilu og djúsa þeim, sko. Þetta er það sem er svo fallegt við hennan dagskrárlið, að maður þarf að vanda sig og að reyna að klóra sig úr alls konar vandamálum. Já, ég náði ekki alveg hann, en ég var komin ágætisleið. Hvaða stigagang viltu fara í? Blikahóla. Blikahóla. Og verður snöggur að því. Já, fyrir ekki öður. Það er blokk í Breiðholtinu. Inn í Ísleifblokk. Já. Halló. Já, komdu sæl, Gunnar heiti ég og ég var að flytja hérna í Blikahólana. Já. Á 3. hæðina. Veist þú hvort það sé eitthvað sameiginlegt grill í stigaganginu? Hæ? Hvort það sé eitthvað sameiginlegt svona grill sem er hægt að nota? Ég bý ekkert í Blikahólum. Nú? Nei. Nú. Æ, þú ert skráð hérna, ég held þú værir á fyrstu. Hvernig gangur var þetta? Var alltaf þetta fyllir í? Já, endalaust fyllir í, sukk og svínar í. Já, þannig séð, sko. Já. Ég er nú búin að vera þetta bara einhverja 2 vikur, sko. Já, ok. Og kanntu ekki vel við þig? Jú, þetta er fínt, sko. Ég er náttúrulega bjóð sjálfur bara niður í Bökkum og var að flytja upp yfir. Já, þú passaði bara á gömlu konni sem er þarna. Nú. Ekki lefin að koma inn í kaffi og svona. Já, hvað heitir hún aftur? Hún heitir. Alveg rétt, já. Ég hefur rekist á hana niður í Andri.
Já, ok, já. Og þú bara vera góður við hana þannig hún lætur því í friði. Já. Hún ásælist unga menn og eitthvað svona. Nú, já. Vesin á henni. Hvað þú gamall? Ég nú ekki nema 36. Já, þú bara ungland, þannig að þú að passa þig á henni. Já. Já. Ég nú gaman að, hvað, já, hún ekkert svo gömul svo sem. Nei, hún meinar þú myndir alveg fíla hana. Nei, ég segi svona, sko. Já. En það ekkert grill svona sameigilegt. Ekki samt, pirra hana rosalega mikið. Nei. Ég lofaði því. Heyrðu þér strax. Þú veit ekki plata mig núna. Ég held ég myndi ná þér annað, sko. Ég fyrst bara inn alltaf kvist, sko, svo ákvað ég að snúi sér bara upp í bull og vita hvort ég bara myndi setja viðkomandi mann í steik. Já, ég veit það. Ég verðum að fara allir strákarnir í keilu nefnilega. Eru það að fara í keilu, strákarnir? Já. Það er cool. Herru, býtast. Já. Herru, ég ætla að taka þetta símtal, ég hérna bara heyri ég síðar. Já, ok, ég ætlaði nú að ná. Já, þú ringi aftur eftir bara. Já. Ok, bye. Bye. Wow, sko, ég held að þú sért, ég held að Ástæða, hún fór alveg í keng, ég held að þú sért kærastinn hennar. Já, fattar það ekki? Já, hún sagði að þess vegna hún vilja gera eitthvað annað. Já. Af því að þið voru að Já, þessi haffi. Af því að þið voru að fyrir keilu. Þess vegna vildi betra að gera eitthvað annað. Ég skeit, maður. Já, þú bara, hún bara, ha? Hún með þér. Þetta var áhugavert, allt saman. Þetta var eitthvað svo fallegt samt, maður. Þetta er svo að fá lax. Já. Og missa hann. Halló. Já. Komdu sæl og blessu, Kitty heiti ég Balda og var að flytja hérna á stigaganginn hjá þér. Býta, hver er það? Kitty Balda? Hæ? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigaganginn. Býta, hvað segir þau? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigaganginn hjá þér. Í stæðinu? Nei, stigaganginn. Hæ? Ég var að flytja hérna á stigaganginn hjá þér. Á ég að flytja stæðinu? Hæ? Býta, hver erstu? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigaganginn hjá þér. Úti? Hvað segir þau? Ég fann ekki hvað það segir. Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna á stigaganginn hjá þér. Hæ? Hæ? Ertu út af söguferðum? Er þið út af söguferðum? Nei, út af hverju ertu? Út af hverju? Ég var bara að flytja hérna inn á stigaganginn. Herðu, viltu hringa í hitt númerið mitt? 5. Gerðu það. Bæ. Þetta kvöldmynd alveg. Við erum að lendi ykkur. Þetta er rosa. Algjör höggli núna, maður. Hver var þetta? Og af hverju var hún svona? Þetta er Kitty Balda hérna. Halló. Þetta er Kitty Balda hérna, ég var að flytja á stigaganginn hér. Út af hverju? Já, einhvers staðar þarf ég að búa. Hæ? Já, einhvers staðar þarf ég að búa. Vittu við hvað það tala? Kitty Balda heiti ég og var að flytja hérna. En út af hverju þetta hringa segir þau? Ég var að flytja hérna á stigaganginn. Hæ? Ég var að flytja hérna á stigaganginn. Þetta tala stæði. Það er alveg einkannlegt, ég heyr ekki það. Ég var að flytja á stigaganginn. Á ég að fara af stæðinu? Þetta tala bílinn. Nei, ég er að tala Kitty Balda. Flytja í blokkina. Ég var að flytja hérna í blokkina til. Herðu? Já. Af því ég næ ekki hvað það segir. Nei, ok. Þetta er Kitty Balda. Já. Hún var að flytja í húsið. Nú, svoleiðis. Mikið er í næði. Hæ? Og alltaf að flytja í húsið. Já. Með okkar hús. Já, í stigaganginn. En hérna, vantar þig hvað? Nei, ég er góður bara. Er ekki allt í fínu? Jú, bara, ég byggðist afsökunar, ég ætlaði bara að kynna mig. Hæ? Já, glæsilegt, ok, bæ. Glæsilegt. Við erum að segja þetta númer, maður ætla að hringja það hverju veginn alltaf degi. Þetta var skrítið, en við skulum bara enda á þessu. Þetta er búið að vera skrítið hjá mér í dag. Þetta er að grillast það sem ég upplifaði langa tíma. En fyrsta lagi, sko, fattaði eina, svo varst þú komið með algjöran lax en mistir hann. Já. Og svo tók við eitt hann í viðbót. Ég veit ekki hvað var að gerast inn í síðasta símtalinu. Ekki alveg, og ég veit ekki hversu oft þú sagði Kitty Balda var að flytja í stigaganginn. Nei. Það væri gaman að telja það einn á vísi. Þetta var hressandi og við þökkum fyrir okkur.
Og FM 957 kynna Where is the party? Á Mánabar, föstudaginn 31. maí. Við hitum upp fyrir Axwell tónleikana í Svíþjóð í ágúst með því að slá upp geggjuðu Carlsberg-partíi á Mánabar. Plötusnúðar FM 957 halda upp í stemningunni fram á nótt. Allt kjörsanlega flæðandi í Carlsberg. Fylgstu með á FM í vikunni og nældur í miða fyrir þig og þína. Þetta kallar á Carlsberg. This is the worst place on earth. What? Vinsælasta grín-þríleik allra tíma. Strange email. I think it might be from Chow. This says Chow. I thought it was Chow like goodbye. You know, like Chow, arrivederci, Papa John's. Við það að ljúka. So what are you doing down here? The Hangover Part 3. Frumsýnd 29. maí. Komdu nær, því þetta þarft að heyra. Potturinn í Víkingalottóinu er tvöfaldur og stefnir í 350 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Bubbi Mortens, Helgi Björns og Skálmöld verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í miða á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Launamiði Happaþrennunar gæti gefið þér 100.000 krónur á mánuði í 15 ár. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Ég endurtek í 15 ár. Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Miðasalan hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Sena. Öll þau ágreiningsmál sem við stöndum frammi fyrir hægt að leysa með því að sýna hvort öðru virðingu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is stiðið þannig boðskap. Jim Beam og Reykjavík Inc. kynna í 8. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Safnaðu frímerkjum hvað það er gott, sagði maðurinn. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö. Öttu og Sveppi með ykkur þennan þriðjudaginn eins og alla aðra, svona flesta aðra þriðjudag. Það er 28. maí og Yndislegu dagur. Já, ekki þessum degi. Ágætt sviðskárinn í gær allavega. Pappi og ammali til 2 daga. Já, til að mikið með það, eftir 2 daga. Ég skal ringi hann þá bara. 30. maí. Vitið, þá er ég og Hjöbbi eru þá bara ringi hann og skorinn til hamingju. Mamma á ammali á laugardaginn, 1. júní. Nú, aha. Já, allt að gerast. Wow. Við vorum að koma úr einhverju skrítnasta símtali hérna aðan sem ég hef lent í. Já. Eina sem að, sko, það sem gerist í seinna símtalinu, það var aðeins klipsvöldið skrítið því að hún hélt að það væri vinur sinn sem var að gera grín í sér. Já, hún vissi ekki að það væri ég. Nei, en það, já, við setjum þetta inn á netið og þá verður þetta eins og þetta á að vera. Síðasta símtali aðan er, nú erum búin að vera hérna í 1,5 ár, er þetta grillast sem ég lendi í? Já, því að þetta gæti þess vegna verið eitthvað grín. Já, þetta var bara, og svo steikta það bara Kitty Baldæðnar og það bara komst ekki til skil eitthvað neina. Nei, og líka að því að við ætluðum að hætta. Já. Og þú ákvæmst að hringja eitt í viðbót. Bara eitthvað. Og þá lendur það þessu og það var stórkastlegt. Já. Mjög skemmtilegt. Vonandi hafðu hlustandi sér gaman að því og við ætlum að gefa hér bíómiða á eftir. Já. Það er Hangover 3 sem er frumsýnd í Sambíónum á morgun. Já. Ég lakka mikið til að sjá hana. Já. Og við ætlum að gefa miða á eftir. Það er ekki alveg strax en það er hér á eftir. En Sveppi, ég held að þú sett svo síðasti sem ég ætti að spyrja. Já, Pétur á morgun, ég spurði hann í síðustu viku. Ef þú mættir hitta hvaða 3 sem er í heiminum, hvaða 3 myndir þú vilja hitta? Þú fengir svona klukkutíma með þeim, cirka. Þú veist, þú ert ekki að fara í einhverja siglingu eða og skralda eða eitthvað, þú bara mátti hitta hann, taka hendur á hann, spjalla við hann, svona klukkutíma, eða hana. Hvað er þið fyrir valinu hjá Grull? Eða er það kannski bara Rolling Stones eða? Mick Jagger, Charlie Watts og Keith Richards. Já, ok, ekki bara það. Nei. Jú, mér langar náttúrulega að hitta Jaggerinn. Já, Mick Jagger er potthittalista. Já, allavega einhverju Stones. Já. En ég veit að
þið langar að ég segja einhverja aðra. Já, ok, segjum að Þeir væri allir döðir. Já, sem þeir eru nánast. Sem þeir eru nánast. Jú, það er alls konar fólk sem ég væri til að hitta. Ég meina, Carlos Slim er mjög áhugaverður. Carlos Slim? Já. Akkur er ekki kveikja? Carlos? Hann er snillingur. Hver er það? Hann er mexíkasku milljarðarmenningur. Carlos Slim? Hann er ríkasti maður í heimi. Já, ok. Og Okkur myndir að hitta hann bara til að betla í honum, eða? Já, veist, kannski reyna að nýta hann á klukkutími að gera hann að vinnu mínum. Já. Skilju, annarkvort hann, kannski ekki endilega hann, ok, við getum bara, ef við skoðum einfalt á hlutina, væri til að hitta til dæmis Bill Gates. Já. Bill Gates. En ég helduru að þeir sem er að fá að hitta eins og Carlos Slim og Bill Gates, heldur að menn sé að betli hann ekki? Ég myndi nú ekki betla hann, ég myndi reyna kannski svona... En hvað heldur að þú sé að fara að kynnast Bill Gates bara þannig að hann sé orðin bara eitthvað buddy í þinn? Nei, maður veit ekki, klukkutími er... Reyndar, já, það er alveg áhugavert að hitta Bill Gates. Ég væri til að hitta hann og bara, það er ýmsa spurningar sem ég væri til að spurja hann, sko. Já. Bara hvað ást í morgumat, annað en bara gull eða... Hvað ert að gera á daginn og, veist... Hann stofnaði þetta fyrirtæki, er hann vinnandi maður eða hvað er hann að gera? Já, svona menn hætti aldrei. Það er þegar mennur eru komin á svona stall, þá bara, þú veist, þeir eru ekkert eins og maður myndi hugsa sér að maður myndi kannski sjálfur gera, bara byrja að slappa af og ferðast og svona, sko. Það verður fíkn hjá svona mönnum. Já, hann er svo... Mikið til meira, sko. Svo gefur hann alveg rosalega mikið í, sko, svona... Líknamál og svona. Líknamál og svona, sko. Já. Ég var til að hitta hann, spjalla eins og hann, klukkutíma, gefa mig það. Ok, Bill Gates. Já, ég var alveg til í það, sko. Já. Svo væri ég til í að hitta, Enginn sem að, byrja, þú verður sko, ef þú myndir ekki nefna hann núna, þá var ekki að hitta neitt. Hvað kemur það bara í hugan, skilur? Ég væri til að hitta, Louis C.K. Louis C.K., já, grínast hann? Já. Já. Ég væri til að hitta hann. Það er mjög skrítið svar, en ágætið svar, einhvað sér. Já, hann er uppáhalds stand-up gæi minn núna. Louis C.K. Já, hann er samt ekkert það þekktur á Íslandi, hann er gríðalega virtur í stand-up samfélaginu út í Bandaríkjunum. Já, hann er búinn að búa til sjónvarpsþætti og búið með 3 seríur af þætti sem heita bara Louis. Já. Og eru brjálæðislega finnar. Og er með stand-up á netinu sem er alveg ógeðslega finnar. Já, þannig að það er Louis C.K., Bill Gates og Mick Jagger hér. Já, það er náttúrulega, ég væri líka til í að hitta einhverja konu, sko. Já, viltu frekar hitta Mick Jagger heldur en Keith Richards? Ég get ekki gert upp á milli, sko. Það er bara eins og börnið þínu? Já. Okay. Mick Jagger og Keith Richards er eins og börnið mín annað, sko. Já, það er ekkert annað. Já, ég væri, sko, ég náttúrulega, Jaggerinn er svo mikill Jagger, sko. Já. Skilur þú? Það er bara, it's a saying, sko. Jöfusins Jagger er í kallinum. Já, bara moves like Jagger. Já, skilur þú, það er bara svaðilegt, sko. En Keith er einhvern veginn svo bara mikið legend, sko. Ég held líka, sko, ég held að það væri skemmtilega að tala um Mick Jagger heldur en Keith Richards. Er ekki Keith Richards búin að dópa frá sér bara allt vit, eða? Já, líka Mick Jagger. Væri ekki bara Keith Richards, væri ekki að tala um það, we were touring. Ég sé svona viðtölu við hann er alltaf svona hálf farinn eitthvað. Já, jú, það er náttúrulega þessuna sem hann mjög svo að tala við hann. Já, bara í sannleikann að konta með hann bara. Já, nei, ég var til í það. Það er sko Bill Gates, Louis C.K. og Mick Jagger. Það er bara hann. Já, þetta er álurri kallið minn. Já, getur listið hér. Já, taktu þennan lista með þér á kottan í kvöld. Já, þá vorum við búin að fá listan frá öllum og sveimi þá ef að... Nei, ég veit svo sem ekki hvað listu það bestur. Hvað varst þú með? Ég var með David Beckham, Michael Jordan og Obama. Alveg í tætlur og það kemur eiginlega bróast. Þetta lag hefði ekki slegið í gegn erlendis. Þetta er ekki svona ekta lag sem myndi slá í gegn í Búlgaríu og Danmörku og þetta myndi vinna Eurovision, held ég. Já, þetta er alveg þannig lag. Já, mér finnst reyngilega lót. Það gæti þetta búið erlendis. Mjög erlendis. Já, nákvæmlega. Fílaði þetta í tætlur. Hún hafa að fara út bara og syngja eins og ljónið. Já, að fara inn að meika. Já, hún og fleiri Íslendinga með þessu. Já. Þetta henda sér bara út að elda draumana. Eins og Monsters and Men, minnst plata þeirra frábær, sko. Þau ætti alveg hiklaust að reyna að fara út. Þau geta alveg gert eitthvað. Já. Og ef ég var Ásgeir Trausti, þá myndi ég reyna að semja ensku núna og fara svona aðeins. Já, því platan hans var frábær. Já, svona ekkert smá góð. Hún var mjög góð og geti örugglega, eins og þú segir, sko. Virka erlendis. En leiðilegt að bæði Monsters and Men og fleiri svona, þeir bara nenni sig ekki. Nei,
Þetta eru letingir. Já, það hins vegar komið... Herðu, já, ég ætlaði að vera töff. Já. Þú til, hvernig finnst þér þetta? Hver veit nema að við gefum bíómiða. Það er rétt að komið að því að gefa bíómiða hér í FM 95 Blö. Það er ekki oft sem við gerum það, en þegar það eru stórmyndir að ferða, þá hendum við í... bíómiða og það er 511-0957 er síminn og þetta er kvikmyndin Hangover Part 3. Það er þriðja og síðasta myndin í þessari trílógíu og trailerin er frábær. Mynd nummer 2, hvernig var hún? Og mér varst hún allt í lagi, eina sem ég steikti mynd nummer 2. Hún var svona svolítið svipuð. Já, hún var svona eiginlega eins og eitt, en ég veit að þess er ekki þannig. Þau eru ekki að gera í þriðja sinn að gleyma öllu og... Ok. Nú er svona að vera að leika meira með karakterinn, þess vegna hlakkaði þýli til að sjá hana. Hún er frumsýnd í Sambíónum á morgun og við eigum þetta með. Við ætlum að gefa einhverja í beinni og einhverja svo bara hérna í símanum. Opna mjög langt síðan við opnum ykkur í símanum. Það er líka bara gaman að tala við hlustendur FM, góðan daginn. Halló, góðan daginn. Hvað segirðu, Skvísa? Skvísan, hún segir alltaf gett. Heiki, hvað verður að brasa? Skuldi mér miða í bíó. Skuldu þér? Það er ekki grín. Ákveðu? Ákveðu skuldu þér? Af því að ég var eitthvað rekkur hjá ykkur í dag. Ekki varst þú í honum? Jú. Býttu nú neitt? Áttu heima, hvar? Líka hólunum. Þegar þú helst að vera að tala við, hvern helst þú vera að tala við? Vinur Tengdasonarins. Já. Ég er nefnilega hringt og gerði aðt í honum og ég held að hann væri að hefna sín. Já. En svo fórst í síma þegar Sveppi var að fara að byrja þetta rugl og þá mistum við þig. Já, það var af því að prinsinn var að hringja á sonurinn, sko. Ég læt hann aldrei býða á línunni. Og svo hringdu þið tvisvar viðbót og ég bara var ennþá í símanum. Þeir bjóðið mér í bíó. Já, þú átt hann og skilur. Eftir að vorum að rekja þig á hann. Já, einmitt. Hvað heitir áttur? Regina, alveg rétt. Regina sinnum þegar þú átt 2 miða í bíóm. Hvern nægir ég þá? Bara hérna niður í Skaftalíð. Ég kem alveg skælbrósandi til það. Pikkar þá, þú getur pikkað annarkvart á eftir. Sko, ég fer upp á, þú ert eða bara að pikka á morgun. Morgun, bara glæsilegt. Ok, og afsakaðu ónæði í dag. Ok, skona. Bye. Hverju líkandur hún ná inn? Hún var hérna, við vorum að ringja henni í blokkinni. Er enginn annar að reyna að hringja henni? Jú, það er bara, hérna... Alla línur! FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Er ekki bíómiða fyrir mig? Það er raketi. Vel verið, hvað heitir þú? Ég heiti Elías. Elías, kallar Elli? Jú. Hvað ert að brasa? Menn eru bara heima. Heima í chillinu bara? Já. Sveppi vildi fara í smá leik með miðana. Já. Hvað heitir litli tjöppi leikarinn með skeggið? Litli tjöppi leikarinn eða karakterinn? Já, leikarinn. Ég meina ekki eitthvað gaffa, eitthvað gaffa... Já. Þú ert nána. Sakkaffa. Galifanakis, eitthvað. Ég hefur verið fljótur að googla þetta núna, maður. Ekki leikja því, sko. Þú átt 2 miða hérna upp í Skaftalíð. Flott nafn. Á nafnunu Elías. Takk hjá að vera að ringja. Takk fyrir. Ok, bæm. Sko, þetta fór alveg eins og vildir með nafnið. Já, þetta er erfitt. Meiri segja, við getum spurt næsta líka, hann veit það. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað heitir þú? Ég heiti Hanna. Hanna? Og hvað er verið að Hanna? Hvað er verið að Hanna? Hefur það bara að hanga heima og svo degi og leiðendum eftir hálskiltartöku. Vissan það, maður. Hvað verið að rífa þá úr þér? Já, umulagt. Já, maður. Hvað ertu gömul? Ég er 21. 21, verður ekki að gefa þér bíó fyrst þú varst í, svona aðgerð? Jú, vil ekki vera yndisleg, getur fengið 4 með það. Já, ok, það er þessi típan. Ok, það fær 4. Ertu að ljúa okkur? Já, ef þú ert að ljúa, þá verður við brjálæðir. Ég er ekki að ljúa, ég get sendt þér ógeðslega að mynda hálsunum á mér. Nei, ég er góður. En ef þú hefði verið að láta fjarlæga þér fót, þá hefur þú jafnvel fengið 6 miða. Já, það er reglan hjá okkur. Það er 6 miða fyrir 4. Þú átt 4 miða hérna upp í Skaftalíð, sækir bara morgun. Á nafninu Hanna. Takk fyrir. Ok, láttu þið bata. Bye. Já, þá erum við búin að gefa hér miða. Ég held nú símanum opnum, þeir geta haldið áfram að... Þetta er nefnilega máli, sko, þetta þurfum að passa, sko. Hvað? Núna fyrir fólk að hringin bara, ég var í leyseraðgerð í auganum, má ég fá 4 miða? Hvaða líi myndið þú hendin?
Ég kærastinn mín var að dömpa mér. Mér vantar bara einn miða. Fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Gus og Páll Óskar verða á þjóðhátíð í Eyjum. Náður í miða á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Ekki kominn tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasalan hefst á morgun klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. Opna Kaptein Morgan mótið í Fúsbal. Alla miðvikudaga klukkan 9 á bar 11. Athugið, skráning fer fram á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Kaptein Morgan á miðvikudögum í allt sumar. Renta tent. Ertu á leiðinni á Keflavík Music Festival og leiðist að tjalda? Kíktu á rentatent.is og sparaðu tíma á fyrirhöfn. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Það hárrétt, Öddi og Sveppi hér í FM 95 Blö. Á FM 957. Fanta, fílingstrákarnir búin að gefa bíómiða á Sól og blíða maður. Hangover 3. Komið glampandi sól. Það einmitt frumsýnd á morgun í Sambíónum. Kallið minn. Búin að gefa alla miðana þannig að því ekkert að ringin. Ertu búin að gefa alla? Já, sérðu hvað ég var að kvefa? Ég var bara blautur í augunum. Blautur í augunum? Já, sérðu svona tárvotur, eða hvað sem Tárvotur? Út af kvefi? Já. Verður ekki svona blautur í augunum þegar þú verður kvefaður? Ég verð aldrei kvefaður. Þessu var helviti góður. Þú var svona bara veikur síðast daginn hann. Nei. Jú. Aldrei veikur. Þú varst hálfslappur heima þegar, jú? Jú, ég er kannski hálfslappur, en það, Ég meina, ég er ekki veikur, ég er bara kvefaður. Ég segi einhvern, ef það er eitthvað að mér, segi ég aldrei frá því. Æ, ok. Hvað meina ég? Ég bara hef ekki tíma fyrir væl. Hefur aldrei sagt til konuna þeirna? Jú, konuna, kannski. Það er líðið illa, eða? Ég er ekkert eitthvað að væli í vinnu mínu, bara, eitthvað svona, kvefaði. Það skilur þú? Ég var ekkert að væli þér, ég var bara að segja. Blautur augunum. Já, ég var alltaf votur augun. Ég er ótrúlega lítinn tolerans fyrir svona væli. Svona aumingjum eins og mér? Já. Nei, svona, veist, mennum er að hitta eitthvað, herru, við erum að fara að drífa í svona, já, ég er nú reynda búin að vera eitthvað svona byrju slappur, ég veit ekki. Já, ég þólið það ekki heldur. Skilur, aumingjaskapur. Þú, ég meina... Þess vegna til dæmis, þegar ég er veikur, ég skammast mín. Já, þú þekkir kallinn. Ég mæti, ég væli ekki. Ég get kannski væltir ég mættur á staðinn. Ég veit alltaf sjá mig samt, sko. En ég skammast mín fyrir að vera veikur. Já, það er ekkert annað. Skilur, hvað er við? Þú ert líka með þrösu ónæmiskerfi. Já, mjög fínt. Af öllum sem voru í 70 mínútum, þá varst þú svona harðastur með stálmagan og svona. Það var ekkert sem hann gæst ekki drukkið. Jú, það er enda að gerðist nú og gæst ekki drukkið hann. Já, en stundum leið mér illa. Sagði engum frá því. Ertu að býða til að klappa þér á baki eða segja eitthvað? Þú horfið þannig á mig svo þetta er bara verið eitthvað... Nei, þetta er bara, veist, þannig manneskja er ég. Já, þú ert líka toppmanneskja. Já, skilur, ég er aldrei eitthvað svona. Það er aldrei eitthvað svona, skilur. En ég var Sveppur alltaf slappur. Sveppur alltaf slappur. Nei, það er ömulegt að vera með þannig orð á sér að vera alltaf slappur. Já, með einhvern aumingjaskap. Já, þegar ég segi aumingi, hvaða nafn kemur það fyrst upp í huguna þér af vinniðinum? Það er nú margir. Já, ég veit alveg hver kom upp hjá mér strax. Hver? Ég þóra ekki að segja það, þá kemur hann ekki á morgun. Ég vil ekki segja nafnið hans. Þetta er svona eins og ég er að vinna mikið með Villa Naglbít. Já, er hann aumingi? Hann verður stundum svona lítill. Sko, bara þegar þú segir nafnið hans, það áttaði maður. Vill er svona, hún er þykir vænt við sjálf hans. Já, hann svona þegar hann verður veikur slappur, sko. En hann er hættur að segja
mér frá því, sko. Að því hann enn ekki að hlusta á væl. Já, ég verð alltaf brjálaður þegar hann segir eitthvað. En sko, það er bara einn maður sem hefur hringt þenn veikan sem ég byrjaði með þennan þátt. Og það hefur gert þrísvar, held ég. Hver, Pétur? Hann er náttúrulega þrísvar. Sama. Það var líka masterorm í strákonum stundum. Og bara fenguðu símtal allt í hennu. Herðu, ég er bara ekkert viss að ég kom í dag. Akkurru. Það er bara eitthvað í gangi. Já. Og svo gæti hann ekki svona sagt hvað væri í gangi. En þetta myndi ég aldrei geta gert, sko. Nei. Hann er náttúrulega hann er eldri og svona. Uppspretta aumingjaskapsins. Hann var alltaf eitthvað. Já, reyndar. Hann er svolítið veikur. Hann var líka alltaf degi í bakinu, greið. Já, hann er reyndar hætt núna, en hann er búin að vera tvisvar held ég með hita bara á þessu ári. Akkurat á miðvikutum. Akkurat á miðvikutum. Hverjar eru líkurnar? Ég veit hann er ekki að hlusta, þannig að við getum alveg baktala. Ekki vera svo viss, þess vegna fór ég ekki. En hérna, ef þú ættir að fara í lítaaðgerð, Sveipi, þegar nú er ég að lesa hérna inn á, hvað er svona algengustu lítaaðgerðin hjá strákum og mér finnst það eitthvað svo steikt, sko. Hvað myndur þú hendi í? Orðað þannig að ég veit að þú myndir aldrei fara í lítaaðgerð. Ef þú yrðir að fara í lítaaðgerð, hvað myndir þú gera? Ég myndi bara fara í svunduaðgerð. Fara í svunduaðgerð? Sem er hvað? Þú ætti að taka að þér að framann hann að? Já, ég myndi láta sjúga með fitu. Ég myndi fara í fitusokk. Öllu kannið slepptum? Ég verða vel í eitthvað. Já, þannig að þú ert að meina. Já, ég er með svona smá bumbu. Já. Ég myndi sjúga hana burtu. Akkur að fara í fitusokk í stæðan fyrir að bara henda sér í ræktina? Ég varst ekki að byrja mig að velja eitthvað. Jó, en mér erst bara svo lítið og vildir ekki minkaða nefn. Hvernig kemur ekki með eitthvað sem getur lítið? Nei, það er sko, málið er það sem ég er að lesa þetta. Menn er að láta dæla sko í kálvana og raskina þannig á sér. Ég myndi ekki nefna því. Nei, bara síðast á sort. Já, þá ert allt í nú farin, kennst ekki í buxurnar? Já, bara viðbjöður. Bara það að setjast á klósetti og drulla. Ef einhver tekur eftir líka, hvað er í gangi þar? Hvað helvítur er flottur að það er kálvarnir núna? Æ, takk, ég var að láta setja í það. Já, ég skil það ekki. Bara ramt á allan hátt. Já. Ég myndi, það er ekkert... Henda þér í sogið bara. Ja, ef ég yrði að gera eitthvað, sko, en ég, mér er alltaf alveg sama svona, ef ég er með eitthvað líti, þá finnst mér það bara að vera partur af mér, sko. Já, það er bara þú. Ég myndi, ef ég yrði byssa við hausa, þá myndi ég fara í hárigræslu. Ég er í lagi á leiðinni heim og... Það verður eitthvað. Já, ég er með geggjalag. Nú ertu búinn að velja? Já, ég er búinn að velja að þú mynd fíla. Þú fílar þessar hljómsveitir tætlur og verður mjög sátt við þetta. Já, við vorum með Bjössi, við vorum með Kósi í dag í gær. Og hann er, hann átt að vera einu sinni í mánuði, en hann hefur ekki alveg verið svo oft. Svona meira vetrar að vera með Kósi í tónlistamánuði. Það er svona kallt og vondur og það var skítaveður í gær, þannig að það var vel við hæfi. Það var svona haustveður. Það var haustveður í gær. Og Kósi í mánudagur, það þýtti að við spilaðum bara svona róli og Kósi lög. Og ég spilaði ekki upp á slagið mitt. Sem er reyndar lag sem hefur allavega tvisvar verið á leiðinni heim. Sem hefur tvisvar verið lagi á leiðinni heim. En ég spilaði ekki í gær, þannig að ég fattaði það bara áðan. En ég ætla að hafa það í dag sem lagi á leiðinni. Ok. Uppáhaldslægið. Þau eru nú reyndar milljón? Já, ég á svolítið mikið uppáhaldslög. Kannski ekki milljón, en þau eru nokkur. Og þetta lag er í gríðarlegu uppáhaldið mér og þetta lag var í, sem dæmi var þetta í þáttunum Entourage. Þegar Vince var að fara í einni þotu til Hawaii en Ari Gold í annari þotu til Sviss og þeir vissi ekki hvort það var að fara að vinna áfram saman. Þetta er svona að þú þarfst að vera Entourage aðdáandi til að fatta hvað ég er að tala um. Og það var geggjaðri, það var hann svona horf út gluggan og þetta lag byrjaði og þá var Ari Gold að fara að fljúa upp í skíin á hinn einkaþotunni. Þetta er með Radiohead þetta lag og það heitir Fake Plastic Trees. Það verður ekkert mikið flottar í lögin Fake Plastic Trees hér með Radiohead lagið á leiðinni heim og sveimi þá ef þetta er ekki það lag sem hefur oftast verið lagið á leiðinni heim. Ég held að það sé alveg í 3. sinn sem ég spilaði þetta. Já, er þetta á OK Computer? Nei, þetta er á diskum Bend sem er geggjað diskur. Og svo er annar diskur sem er vannmetinn með Radiohead sem heitir Pablo Honey og fullt af flottu lögum þar líka. En OK Computer er svona besti diskurinn? Hann er svona þéttastur, það eru flest
Nessa Benz geggjur. Hann alltaf mjög ofalega þegar verið að velja besti heimi, sko. Já, reyndar. Hann svona talinn þeirra besti. Já. Það misjant hvað mönnum finnst það eins og að komið að lokum hér hjá okkur Sveppa í dag. Þennan þriðjudaginn búin að vera með okkur síðan 4 og þetta alltaf fljótt að líða. Já, time flies when you're having fun. Ég elska hvað góður í ensku, Sveppi. Og líka time is fun when you're having flies. Já. Og við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Vonandi höfðu þið gaman að. Við Pétur Jóhann verðum mættir hér á morgun klukkan 4 með, okkar vitleysu. Það alltaf stemming með Pesa, en takk ég vel á móti Rikka G. Hann rétt og mættur og verður með ykkur til 9 kvöld. Hvernig kvöldið hjá þér, Sveppi? Heyrðu, ég er að fara að þrífa heima. Ég er búinn að vera að gera, henda út sjónvarpinu mínu og er að skipta út öllu drastinu, maður. Bara spennandi. Það eru spennandi tíma framöndan hjá Kjallan og... Kannski nennum maður að koma heim til og horfa á leiki. Kallar menn maður þrívíta sjónvarp. Það ekkert annað. Já, kallar þetta. Getur þú hort á nýju Sveppamyndina í þrívít? Öll fjölskyldan með glerugu. Öll með glerugu. Takk fyrir daginn, Sverrir, og takk fyrir daginn, hlustendur. Fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store og Google Play. Fréttablaðið, app sem þú þarft. Nú aðeins 9 dagar í stærstu tónlistarhátíð Íslandssögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Faris Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Ekki komin tími á alvöru tónleika á Íslandi? Sena kynnir Frank Ocean í höllinni 16. júlí. Heitasti listamaður samtímans. Miðasalan hefst á morgun klukkan 10. Tryggðu þér miða á Frank Ocean í höllinni. Aðeins einir tónleikar í boði. Sena. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu, Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. 28. mæ, Öddi og Krösti búinir að ljúka sér af í dag. Þátturinn hjá þeim fyrir á vísir.is mjög svo fljótlega og það var eitt og annað sem við tóku á málefnum dagsins öllu heldur og náttúrulega fastu liðurinn sem venjulega er hringt í mömmans Ödda og rættu við hana og hitt og þetta